Það Samsung Mobile á Íslandi sem færir þér spursmál. Veldu frelsi með Samsung. Komið sæl og velkomin í spursmál, fyrsta þáttinn árið 2024, gleðilegt nýtt ár. Árið fór af stað með látum þegar Guðni T. Jóhannesson forseti tilkynnti að hann hygðist ekki leita endurkjörs í kosningum sem að framfara í júní næstkomandi. Það verða spennandi kosningar framundan alveg ábyggilega á þeim vettvangi, mögulega í þinginu, það kemur í ljós og svo verður einnig kosið nýjan biskup á árinu, þannig að það verður á nóg að taka hér í spursmálum og víða annar staðar. Ákvörðun Guðna kom mörgum í opna skjöldu enda Guðna á besta aldri og hefur aðeins setið í 2 kjörtímabil, styst allra forseta lýðveldisins. Það vekur spurningar það auðvitað hver tekur við og af hvaða kynslóð viðkomandi verður, en hingað til í 80 ára sögu lýðveldisins hefur alltaf ný kynslóð tekið við af þeirri sem á undan sat. Það kann að breytast núna í ljósi þess hversu stutt Guðni hefur setið. Við munum fylgjast með þessu, kalla hér frambjóðendur til okkar í sal þegar að málum vindur fram og ég hvet ykkur til að fylgjast með þeirri spennandi umræðu. En við munum líka auðvitað í gegnum þá umræðu velta fyrir okkur hvert hlutverk forsetans en ég tel allavega að í grunninn sé það að standa vörð stjórnarskrá Íslands, stjórnskipun landsins, tala máli Íslands og Íslendinga á erlendri grundu og blása Íslendingum baráttuanda í brjóst þegar á móti blæs. En það eru fleiri mál sem að standa upp úr í vikunni sem að nú að líða. Kjaraviðræðurnar halda áfram og nú tikkar klukkan hratt á samningsaðila. Okkur sýnist sem að ASÍ og breiðfylkingin sem að þar hefur verið mynduð með það byrja 93% félagsmanna að baki sér síðan á samningum við samtök atvinnulífsins. En það mun koma í ljós, mögulega síðar í dag eða upp úr helgi, hver aðkoma ríkisvaldsins verður að þeim málum. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, þau hafa öll sagt að það ríði á að ríkisstjórnin leggi til 25 til 40 milljarða í pottinn til þess að samningar geti náðst. Þetta verður mjög spennandi mál að fylgjast með og kryfja á komandi dögum og vonandi ná samningsaðilar saman. En í tengslum við þetta mál þá hafa ýmsir velt því upp hvernig aðkoma samtaka atvinnulífsins að því Samtökin virðast ekki leggja síður áherslu á það heldur en breiðfylking ASÍ að ríkisvaldið komi að með miklum millifærslum upp á 20 milljarða. Sumir velta fyrir sér hvort að þar kveði við algjörlega nýjan tón hjá atvinnurekendum sem að hingað til hafa verið frekar tregir til að draga ríkisvaldið að borðinu og ég tala ekki þegar að því kemur að auka millifærslur og mögulega breytingar á skattkerfinu eins og nú virðist blasa við. Í málinu sjáum við líka koma fram nýja leikendur eins og Kolbrúnar Halldórsdóttur, formann BHM sem að gerir lítið úr þessum sáttatilraunum á vinnumarkaði, segir að aðeins 47% vinnumarkaðarins standa baki þessum tillögum. Það höfum líka séð frá Þórarni Eyfjörð sem formaður Sameikis og þetta eru þeir helstu leiðtogar sem að koma fram fyrir hönd starfsmanna hins opinbera, bæði hjá sveitarfélögum og ríkinu. Það að aðeins 47% vinnumarkaðarins skuli standa baki tillögunum segir okkur ýmislegt það hversu umfangsmikið ríkisvaldið í breiðustu strókum þess farið að vera á vinnumarkaðnum í heild sinni. Þar gleymist gjarnan að hugsa til þess að sá hluti sem að nú að reyna að ná þjóðarsátt akkúrat sá hluti sem að stendur undir hinum opinberu útgjöldum ásamt fyrirtækjunum sem að ráða fólki til starfa. Þetta eru hlutir sem við ætlum að taka fyrir hér á þessu vettvangi núna á eftir. Þau koma hér til okkar í síðari hluta þáttarins Brynjar Níelsson, fyrrum alþingismaður og aðstoðarmaður dómsmálaráðherra og Ingibjörg Isaksen sem er formaður þingflokks Framsóknarflokksins. En áður en þau koma til mín fæ ég 2 góða gesti, þau Runólf Ágústsson framkvæmdastjóra og Ernu listamann sem ætla að fara yfir fréttir vikunar. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Nóa Comfort. Gott að gefa, himneskt að þiggja. Lífið snýst fólkið sem í því. Bara fyrst og fremst að vera til, anda og bara gefa af sér til samfélagsins.
Ísland paradís á ótrúlega marga mælikvarða þótt að megi auðvitað bæta fullt. Við berum öll ábyrgð á því að enginn líði skort. Það sem við höfum milli handana hefur auðvitað áhrif á það hvernig við drögum fram lífið. Og stærsta kjarabótin fyrir mitt heimili núna væri vaxtalækkun. Lækkunum bara 1% stig. Það væri strax hellingur. Við erum öll í sama liði. Við erum samtaka aukna hagsæld. Komið sæl aftur, hingað á vettvang spursmála eru komnir góði gestir. Þau eru Runólfur Ágústsson framkvæmdastjóri og Erna Mist sem listamaður. Þau komu úr ólíkum áttum en við ætlum að ræða við þau hér fréttir liðina viku eins og vera ber. Komið sæl blessuð. Sæl. Ég held að það deilir nú enginn að stærsta frétt vikunar og kannski ársins brotthvarf Guðna T. Jóhannessonar úr embætti forseta Íslands. Erna, horfðir þú á ávarpið þarna á nýársdag? Ég gerði það ekki. Nei. Ég var að djamma. Já. En já, og svo hann að fara úr þessu embætti og mér finnst þetta skemmtilegt hverjir eru svona að gefa kost á sér sko. Já. Mér finnst rosalega gaman að fylgjast með því þetta eru rosalega ólíkir karakterar sko. Ég ætla að fá eitt á hreint áður en við förum inn á karakterina. Sko hann flutti ávarpið klukkan 2 á nýársdag. Varstu enn að djamma þá? Alveg pottet sko. Já, ok. Þannig ég kannski ekki manneskinn til að svara þessari spurningu sko. Horfðir þú á ávarpið? Ég sá það á netinu. Já. Já, ekki í beinu. Ekki í beinu, nei. Fólki finnst þetta kannski of snemmt. Þegar að beina þeim tilmælum til nýs forseta að hann... Ég var vaknaður. Er það? Já, ég var ekki á djamminu sko. Ég ætla nú að spyrja Áslaugu út í þetta. Já, ég veit það. Ég ætla að fá votta þessu. Votta þessu, já, fóta staðfest, já. En þessi hópur sem að stíga fram og það auðvitað mörg nöfn í umræðunni, hvernig svona horfir það við þér eftir að hafa heyrt tíðindin þarna seinna á nýársdag? Sko, mér finnst alveg áhugavert að stilla upp þarna, þú ert með þarna hvað Arnar Þór Jónsson, þessi fram og sér þetta með Ásdís Rán. Já. Og það alveg svolítið ekki ámilli þessar tvekja karaktera sko. Hann verandi þessi svona jakkafötta íhaldsmaður sem svona meikar kannski svolítið sens að einhverju leyti en svo kemur Ásdís Rán sem svolítið svona nýstárlegri kostur. Og mér finnst svona, þú veist, í sjálfu sér væri það rosalega áhugavert ef einhver sem, þú veist, eða bara ferðalagið, söguörkin sem, þú veist, færir einhvern frá því að vera playboy-stjörna yfir það að vera forseti, skilju. Hún í sjálfu sér rosalega áhugaverð sko. Þannig að þú veist, sem bíómyndapremissu myndi ég velja Ásdísi Rán sko, bara því að það svo áhugaverð premissa. Værið þú sem skattgreiðandi tilbúin til að borga einkaþóttuna sem hún kallar eftir? Og rottvælir hundana? Nei, svo það sko, ég veit ekki hvort að ég myndi kjósa mig forseta á þessum forsendum sko. Af því að þú veist, ég á líka svolítið erfitt með þessa tilhneigingu að rugla saman sko raunveruleikasjónvarpi og stjórnmálum. Sem svona svolítið að gerast alls þær í heiminum í dag á tímum markmiðlunar sko. Þannig að þetta yrði raunveruleikasjónvarp með henni? Ég held það sko. Já, það kannski ekki óspennandi kostur allavega ekki fyrir okkur sem störfum í fjölmiðlum. Nei, við erum líka alltaf að velja okkur bara afþreyingarmöguleika sko þegar við kjósum fólk í opinberar stöður sko, þannig að sem kannski... Er það, Runólfur, kannski meinið núna þegar við skoðum þá sem eru nefndir að fólk kannski síður að máta embættið og eðlið þess frekar heldur bara karakteran? Ég held kannski, í þessum samhengi sko, þá að það eru kannski þeir nöfn sem hafa gefið sig upp eru kannski tvíþætt, annars vegar fólk sem að vill alvöru fá þetta embætti og hins vegar fólk sem bara leitað athygli og svolítið að markaðssetja sig. Og svolítið í einhverjum svona raunveruleika sjónvarpsstíl og eins og Ásdís Rán, þetta meira svona innsetning eða gjörningur og allt í góðu með það. En ég held sko að þegar að til kastana kemur þá sé fólk að horfa á hverjir hafa einhvern inntak í þetta embætti og og ég held að sko það sé kannski ekki komið fram ennþá og fullt á nöfnum sem áhugaverð sem komin upp og eins og alltaf einhverjir svona koma sér á framfæri og einhverjir eru kallaðir og það með þetta embætti eins og kannski sem önnur að það kannski betra að eftirspurnin dragi út framboðið en ekki öfugt. Já. Það líklegra til farsældar? Já, ég held það. Ef Ásdís yrði kjörin, þá gæti hún kannski orðið fyrsti þjóðhöfðinginn sem yrði bara framlag þjóðar til Feneyjatvíæringsins sem innsetning, fyrst hún nefnir hana. En varðandi þessa köllun sem þú nefnir, sko, þegar fólk dreigir fram á sjónarsviðið, er eitthvað sem að þið sjáið fyrir ykkur að skipti meira máli en annað varðandi embættið? Og ég spyr kannski vegna þess að nú að menn auðvitað vera að gera upp forseta fyrir Guðna þessi síðustu 8 ár og dálítið verið að bera hann saman við þennan 20 ára fyrir Ólafs Ragnars og þetta eru gjörólíkir menn. Ég held að þarna sé kannski Guðni líkar í Vigdísi. Svona í huga fólks, það að segja svona
Hann hefur vandað sig mjög við að vera svona sameiningartákn og svona svolítið alltumlykjandi faðir eins og hún var svona mamma þjóðarinnar. Ekki stíðið á margar tær. Ekki stíðið á margar tær, helst engar. Bara hlutlausasti maður á Íslandi. Eiginlega. Og sko þjóðin auðvitað, ég held að mörgulegt sé skynsamlegt hjá Guðna núna að stíga til hliðar. Hans vinseldir eru hæstum hæðum að treysta honum allir. En við sáu þegar að leið á tíma Vigdísar þá kom ákveðin þreyta í forsetan sem var svona mest í því að planta birkiþrám. Og svona sinna slíkum hlutum. Alveg eins og þá komin mikið þreyta í þennan jafnvel ofvirka forseta sem Ólafur Ragnar var. Er þetta tíman að tákna, menn setji bara skemur og að hann skulle taka þess ákvörðun sjálfur í stað þess að við setjum einhver tímamörk í stjórnarskrá eða lögin? Er ný kynslóð að kalla eftir því að fólk staldri skemur við? Ég held að það sé skemmtilegra sko, að fá fleiri karaktera. En mér líður líka eins og, þú veist, þetta er embætti, en mér líður eins og þetta sé ekki raunverulega valdastaða eins og í öðrum löndum sko, að vera forseti Íslands. Þannig að við erum líka að kjósa einhvern aðila sem málsvara okkar á táknrænum forsendum sko. Þannig að þetta er líka þegar maður er að skoða svona forseta, þú veist, fyrir hvað stendur hver og einn sko, fyrir málsvari hvar að gilda ertu. Og það er kannski eitthvað sem ég var alveg til að heyra frá fólki sko. En ef að Guðni var hlutlausasti maður í Íslandi, gengdi hann þá embættinu með þeim hætti sem þú ert að kalla eftir þar að segja að vera málsvari? Getur þú verið málsvari en algjörlega hlutlaus? Ég meina, hann var í sikkunum soknum og gekkum með buff sem er alveg okkur statement. Ég vil nú reyndar að taka fram að þetta minni með buffið er dálítið okkar manni hér á Morgunblaðinu að kenna, Sigurði Boga Sævarssoni, sem að birta honum fræga mynd með buff á höfði. Það hefur svona dálítið gripst í huga þjóðarinnar. Já, og er það ekki þess vegna sem hann er svona vinsæll? Já, kannski er það. Þannig að ég hvet þá frambjóðendur sem að vilja ná langt til þess að setja sig fljótt í samband við Sigurð Boga Sævarsson, sko. Tryggja fylgi á Suðurlandi. Já, það er. Nú heldur þessi leikur áfram. Er einhver nöfn sem að þið myndu vilja sjá í pottinu? Einhver svona sem að þið teljið að ætti raunverulega erindi til þess að fara í þessar kosningar? Ert þú af leiðinni frambúð, Runúlfur? Ég vísu sko, hef fengið, við mig hefur rætt maður. Já. Hann var að vísu drukkinn, mestar á Flateyri núna eftir áramótin. Mætur maður en sko, hvað að segja, eftirspurnin er bundin við Flateyri. Já, við hann aðalega þetta. Og frambóðið er ennþá minna. Þannig að nei, þetta er ekki starf sem myndi henda mér. Myndi henda Áslaugu betur held ég. Enda held ég því miklu meira spennandi að vera maki forseti en forseti. Þú getur hugsað að vera forseta frú. Miklu frekar en forseti. En með alvöru nöfn hins vegar og svona öllu kanni sleftu, þá auðvitað liggur málið þannig að það er auðvitað ákveðin pressa á Katrínu Jakobsdóttur. Og margir sem að horfa til hennar. Hún hefur ekki kannski algjörlega aftekið þetta. Hreint ekki. Hreint ekki og hún náttúrulega hefur gríðarlegt persónufylgi. Hún hefur sannað sig sem forsætisráðherra á alþjóðavettvangi og nýtur mikillar virðingar þar. Að hvaða leyti? Á alþjóðlegum ráðstefnum í samskiptum við erlenda þjóðhöfðingja og sem sé á þessum samstarfsvettvangum sem við eigum, hvort sem er í Evrópusambandinu eða NATO eða annar staðar. Hennar staðan er þess að í NATO hefur verið svolítið þröng, þar sem hún er forsætisráðherra Vinstri grænna sem er á móti aðild að NATO. Hún hefur gert þetta mjög vel. Hefur ekki alveg að tala um jafnréttismál á vettvangi NATO? Jú, líka umhverfismál, norðurslóðamál og alls konar mál. Og hérna verið mjög öflugur málsvari, þannig ég held að hún verið mjög góður kostur. Er það ekki eins og að tala um tannheilsu í stjórn Nova Sirius? Ég veit það ekki. Nú annan nafn sá ég til að mynda sem að ég sá nú bara í morgun að var að fá mjög góðar viðtökur á samfélagsmiðlum, það er Sigurður Hagalín, rithöfundur og sjónvarpskona. Ég nefnilega væri ekki til, fyrir ekki að ég grip fram fyrir sko, en ég vil ekki missa hana úr fjölmiðlum sko. Mér líður eins og við þurfum einhvern í þetta embætti sem er orðin svolítið tilgangslaus annar staðar sko. Já. Og hún horfir á þig. Já. Sko, ég vil náttúrulega að segja, sko, við Siggur erum mjög góðu persónulegi vinir, sko. Já. En ég sé það bara, sko, Ingi Hans í Grundarfirði var að posta í morgun sem sé tillögum hann og fekk sko fleiri tugi eða hundruð sko læka. Þannig að sko þetta er eitthvað sem að við sýnumst að fljúga fyrir þetta náttúrulega hvað er áhugavert að sjá Jón Kalman sem forsetafrú. Já. Það geti sinnt bókmenntunum eins og Elísa Reid hefur gert síðustu 8 árin. Þannig að þessi tvö nöfn sko bara hér sem að svona vandaðar og góðar og frambærilega konur sem að gætu mjög vel náð utan þetta embætti. En þú, já og nei, útilokar frambúð? Já, ég gerir það. Erna, þú
ert hins vegar í þeirri stöð, þú mátt ekki bjóða þig fram. Það ekki vegna ríkisborgararéttar en eins slíks. Nei, bara aldursfordómar. Já, það aldursfordómar. Það ennþá samkvæmt stjórnarskrá Íslands 9 ár þar til þú mátt bjóða þig fram. Já. Finnst þér þetta sanngjarnt? Heldur betur ekki, sko. Ekki það að ég myndi bjóða mig fram, sko. Nei, þú veist þetta, ég veit það ekki. En væri það ekki gjörningur að þú myndi bjóða þig fram og láta reyna á þetta fyrir dómstólum? Ég? Láta ekki mismuna fólki á grundvelli aldurs? Ég bara ekki gjörningalistamaður, sko. Aldrei segja aldrei. Nei. Það maður velti fyrir sér, nú sjáum við eins og í Bandaríkjunum að það eru reynt elliærir menn að bjóða sig fram og líklegasti til að ná kjörið eða einu menn sem komið til greina til að ná kjörið eru menn sem eru að detta inn á níræðisaldur. Er ekki eitthvað undarlegt við að við setjum aldursmörkin á hinn veginn hjá okkur? Nú megum við kjósa frá því að við erum 18 ára. Er ekki bara eðlilegt að fólk sem hefur kosningarétt hefur líka kjörgengi í kosningum sem þessum? Hvað segir svo elsti við borðið? Jú, sko, ég held að svona aldurstakmarkanir, hvort sem eru upp á við eða niður við, séu bara ekki góð hugmynd. Við erum þetta með ákveðin sko, mörk bara, sko, að við treystum ekki börnum til að kjósa og stýra sínu samfélagi. Það eru mörkin 18 ára, ef maður rétt. Við erum líka með efri mörk 70 í flest öll, ef ekki öll, opinber störf sem er í nútíðinni algjörlega gali regla mínum viti, sko. Þetta eru reglur sem eru settar þegar að sko, meðalaldur þjóðarinnar var líklega 15-20 árum lægri en er í dag. Meðalaldur, fólk verður flest nær níræðisaldur í dag og mjög margir eru bara með fulla starfsfólkum 70 og fólk sem hefur engan áhuga á því að hætta. Þannig að þetta þarf alltaf að vera sveigjanlegra og svona mörk eru bara í eðli sínu mismunandi. Mismuna fólki raunverulega. Það ekkert eðlilegt að mismuna fólki út frá aldri. Nei. Ég alveg sammála þessu. Líka bara aldur svo rosalega afstætt fyrirbæri, sko. Þú veist, líkamlegur, andlegur, sálrænn aldur, þú veist. Við þroskumst rosalega misrætt og misvel og þú veist, þetta rosalega fyndið að við séum einhvern veginn föst í einhverju svona kerfi sem rammar okkur inn í eitthvað ákveðið. Það munar nú minnstu í vikunni að 16 ára drengur er heimsmeistari í pílu, en það skonna við þann ágæta mann að hann lítur út fyrir að vera svona fertugur. Að lágmarki. Já, að lágmarki. Þannig að þetta eru afstæð mál. Eitt af því sem hefur auðvitað líka áhrif er svo staðreynd að stjórnarskráin okkar sett 1944, þá meðalaldur og lífslíkur fólks miklu minni heldur en það í dag og síðri heilsa sem fólk bjó við á efri árum. Og líka náttúrulega sko að mörkin, þannig komum þetta aftur á forsetaembættinu, þeirra sem þú hægt að safna meðmælandi eru sömu nú og þá á meðan að sko samfélagið líklega orðið hvað þriðja ferfalt fjölmennara, þannig að þú þarft ekki nema 1500 meðmælendur sem er tiltölulega auðvelt að ná, sem þýðir sko hvaða gjörningalistamaður sem getur boðið sér fram sem forseta. Og það má nú halda fram með það ekki að suma þessum frambóðum hafi á síðustu árum verið hálfgerðir gjörningar. Já. Frá hinnum ýmsustu frambjóðendum. Það voru 9 frambjóðendur í kosningunum 2016. Já. Ég held að þessi flesti sammála að allavega helmingu þeirra sem þar buðu sig fram hafi ekki átt eitt einasta erindi. Nei. En það ekki svolítið bara svona fallega lýðræðislegt? Jú, en þá eru menn sko með, það getur verið það, en getur líka farið upp í andstæður sína, því að víða eru menn með fólk með sem sé forsetakosningar í 2 lotum. Það sem að fyrstu kosið alla og ömmu þeirra og síðan í annarri umferðum þá 2 sem að fá flest atkvæði í fyrri umferð. Hér eru þetta með þá stöðu að það bara mjög algengt. Það er algengar en ekki þegar nýr forseti er kjörinn að hann ná ekki meirihluta þjóðarinnar bak við sig. Ég held að enginn forseti hafi náð meirihluta. Ég held að Kristján Eldjárn gerði það. Náði hann hreinum. Ég held það. Já. En það voru það bara 2 í kjöri. Já, þá næri hann 60% með eitthvað slíkt. Eitthvað svoleiðis, já. Einmitt. Og þetta er auðvitað lýðræðisbrestur. Vigdís sem er ríflega 30%, Guðni fer undir 40%. Ólafur var, er það ekki í 30 eitthvað prósentu líka? Eitthvað svoleiðis. Já. Kannski til að víkja talinu að Bandaríkjunum, bara því að við stöndum frammi fyrir reyndar ýmsum kosningum hér á árinu, það er biskupskjör og hver veit nema verið þingkosningar hér, það er nú ýmsir sem spá því, en í lok árs þá verður kosið til forseta embættisins í Bandaríkjunum sem ég minntist hér á áðan. Hvernig horfir þetta við ykkur? Þetta er embætti sem hefur áhrif á okkur öll með einum eða öðrum hætti. Já, þú starfar nú að hluta til í Bandaríkjunum? Jú. Ég meina, er þetta ekki bara, þú veist, þetta er orðið raunveruleika sjónvarp og ég held að Trump verið kosinn vegna þess að hann er bara skemmtilegastur á skjánum, sko. Og þetta sé afþreyingarefni? Þetta er bara afþreyingarefni, held ég, sko. Ég á rosalega erfitt með að greina það á milli, sko. Það ekki bara Bandaríkjunum. Ósannlegt að menn var að kjósa hann af öðrum ástæðum? Nei, ég sé alveg ástæðurnar. Ég skil alveg hópinn sem, sko, sósíaldemókratar hafa skilið eftir. Þú veist, ég sé alveg Er þetta frústrasjón út af samfélagsbreytingu sem er að verða í Bandaríkjunum?
Ég meina klárlega, þetta ekki, þú veist, niðurstöður kosninga oftast birtingarmynd stöðunar á kerfinu, þú veist, þetta bara... Bandaríkin auðvitað í þeirri skelfilegu stöðu að þar hefur verið stöðugur hagvöxtur undan áratugi, en sá hagvöxtur og sá vöxtur í þessum auð hefur ekki skilað sér til millistéttarinnar eða almennings. Laun verkafólks og bara verulegs fólks í Bandaríkjunum eru í dag sambærileg við það sem voru fyrir 30 árum. Öfugt það sem gerist til og með í Evrópu, þannig ekki hér á landi. Og þetta meðan hefur alltaf kostnaður hækkar, þannig að fólk hefur það að meðaltali ver í Bandaríkjunum núna en fyrir 30 árum. 2% íbúa í San Francisco eru heimilislaus. Já, sem alveg, San Francisco er alveg skelfilegt dæmi borg sem bara bresta. Og svo koma auðvitað þessi ópíafaraldar og allt þarna ofan á og gríðarlega mikið af heimilislausum fólki og það bara það sem að félagslega kerfið grípur ekki, það er ekki til. En lykilatriði þarna þessi hagfræði sem að hefur gert hérna ríkari og ofurríka en vöxtur samfélagsins og arðurinn hefur ekki skilað sér til samfélagsins. Og það að búa til þessa polariseringu og það skapar grundvöll fyrir popúlisma eins og Trump er. En nú er hann ofurkapítalisti. Já, en honum hefur tekist að markaðsetja sig sem málsvara litlamannsins. Og heldur þú að hann nái kjöri? Ég óttast það. Af því að ég held það sé ekki gott fyrir alþjóðapólitík, það er ekki gott fyrir alþjóðlegt samstarf, það er ekki gott fyrir Evrópu eða okkur. Það er skárra að hafa Biden þetta? Biden er meinlaust gamalmenni, Trump er það ekki. Og ómeinlaust gamalmenni. Annað sem að mér langar að ræða við ykkur er staðan á vinnumarkaði. Við erum íslenskt samfélag búið að gangi gegnum ótrúlega róstu sama tíma einhvern veginn í kringu COVID og fall váver og síðan þessa miklu verðbólgu, átök á vinnumarkaði, verkföll, einhverjum í gegnum aðgerðir Eflingar en jafnvel líka flugumferðarstjóra af öllum mönnum. Hafið þið tilfinningu fyrir því svona hvernig við erum að spila okkur inn í árið 2024? Ég hendi kannski þessar spurningar þig Erna því ég veit að þú ert að fara að byrja með listsýningu hér og þetta er úti líka og þú hlýtur að svona taka púlsinn svolítið á fólki, ekki síst sem að síðan kaupa listina. Já, sko markhópurinn minn er kannski svolítið ósnortinn af kjaraviðræðum sko og ég áttaði mig á því þegar þú byrjar að tala um þetta að nú mun fáfræði mín skína mjög vel í gegn sko. Af því að þú veist, ég hef aldrei verið launamanneskja og ég hef aldrei verið samningsbundin þannig að þú veist þetta er rosalega alien to me líka því ég hef alltaf bara verið listamaður á frjálsum markaði sko. Það sem ég bara, þú veist, ég fæ ekki borgað í launum, ég fæ bara verkefni og ég geri þau eða ekki, skilur við. Og selur þau eða ekki? Já, selur þau eða ekki sko og þú veist, og ég hugsa rosalega mikið, þú veist, ég hugsa í athygliskerfinu sko, ég hugsa sýnileika, ég hugsa ekki laun eða peninga, ég hugsa bara sýnileika, athygli, þú veist, það er raunverulegt kapítál fyrir. Þannig að þú hlýtur að vera mjög ánægð að vera komin í spursmál. Súper sko, en það mætti ég án þess að vita hvað ég að segja sko. Ég er bara verið mynd, skilur. Nei, þannig að hérna, já. En hefur samt ekki tilfinningu fyrir því svona hversu grunnt er á hennu góða? Hefur tilfinningu fyrir því að það verði friðvænlegt í íslensku samfélagi árinu 2024 eða erum við að stefna inn í svona þannig að menn taki bóksanskan af hreinlega? Já, ég skynja allavega ákveðið mildi í þessum umræðum að þegar ég man í síðustu verkfallshrinu þá var miklu meiri svona einhver svona ofsi í mönnum en mér líður eins og fólk sé raunverulega núna bara svona tilbúið til að setjast niður og einhvern veginn tala málin meira. Er það ekki kjarni málsins Runólfur? Ég meina að þú ert nú búin að fylgjast með verkefnisbaráttunni frá því Gúttóslagnum. Ég var enda með sko skrifstofaaðstöðu inni hjá Alþýðusambandinu í nokkur ár eftir hrun. Ég var að vinna vinnumarkaðsmálum. Við unnum saman að þessu verkefnum? Já, rétt. Mjög skemmtilegt hvernig úr því spannst. En sem sé sko, þetta er hárrétt að það er auðvitað allt annar tónn í þessum viðræðum núna heldur en síðast. Og það sem er kannski kemur mest á óvart er það að það virðist hafa myndast eitthvað svona trúnaðarsamband milli formanns Eflingar og nýs framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins. Sem að enginn spáði. Sem enginn spáði. Og þessar tvær konur virðast ná saman og sem sé einhverju sambandi sín á milli og ég held það sé að búa þetta til. Það sem er hins vegar sko líka athyglisvert er það að er fjarvera, hvað að segja, þarna erum við með 90 og eitthvað % af hinni svona hefðbundnu verkalýðshreyfingu innan Alþýðusambandsins en fjarvera opinberra starfsmanna
er mjög hrópandi frá þessum borði. En það verið komið upp á yfirborðinu? Og auðvitað til að mynda forseti ASÍ ekki með sýnilegur í þessum viðræðum, enda hann fulltrúi iðnaðarmanna inn í því batteri sem eru líka einhverju leyti fjarverandi. Þetta meira Villi Birgis og Sólveig Anna? Þetta og VR. Þetta eru sem sé þessi stóru grunnfélög láglaunafólks að baki og það virðist vera ná samningar þar krónutölur, en eitthvað segir mér nú sem svo miðað við töluvert sterk viðbrögð annarra stéttarfélaga, sérstaklega síðustu daga, þar sem hafa birst harðar og greinar og viðtöl með mjög hörðum tón, að í þessum samningum núna verði einhver rauðstrik sem þýðir það að þessi samningar verði ekki bara samningar fyrir þessa hópa, heldur fyrir alla markaði. Þannig að þeir munu binda opinbera markaðinn í báða skó? Já, ég held að það hljóta að vera aðferðafræði. En enda það ekki með verkföllum á opinbera markaðnum? Já. Kolbrún Halldórsdóttir hefur sagt bara 26.000 krónur er ekki það sama fyrir mig og þig? 26.000 krónur sama fyrir alla, en látum það nú vera, fólk eru að horfa á prósentuhækkanir annars vegar og krónutöluhækkanir hins vegar sem auðvitað gagnast hinum lægstlaunuðu best. Þetta er svona ákveðin tekjutilfærslu í samfélaginu. Við auðvitað höfum dæmi það þar sem að opinberir starfsmenn fari í verkföll til þess að knýja á meiri kjarabætur heldur en á almenna markaði og talandi Óla Ragnar, ef maður rétt þá var hann fjármálaráðherra hefur sett lög á slíkt verkfall fyrir einhverjum áratugum síðan. En þurfi ekki líka opinberir starfsmenn að hugsa sér tvisvar áður en þeir fari í slík átök og hleypa jafnvel upp þessu risastóru samningu sem virðist vera nást vegna þess að það mun leið hleypa upp vöxtum og verðbólgu? Algjörlega. Og svo er þetta með stéttir eins og flugumferðarstjóra sem auðvitað geta bara tekið samfélagi í gíslingu. Já, örfáir menn. Loka landinu. Og konur, og loka landinu. Og það er auðvitað staða sem er mjög sérkennileg og að mörgu leyti óæskileg, þar að segja að það er stéttir sem þessar, það má spyrja hvort að það sé eðlilegt að þeir geti beitt þessu ofurvaldi sem verkfallsvopni, hvort að þessar stéttir eiga yfir höfuð að hafa slíkt vald. Það verður engum að þetta í huga lögreglumenn fari verkfall. Nei. Þetta eru forvitnilega pælingar. Mér langar hér rétt í lokin, tími frá okkur í skemmtilegu spjalli, að spyrja ykkur eins og ég hef stundum gert áður hjá þessu vettvangi, hver verður stóra fréttin í næstu viku? Það er mikil pressa því að menn eru yfirleitt sannspáir hér. Byrja þér Erna. Ég held að Ingibjörg Sólrún muni bjóða sig fram. Til forseta? Já. Ég ætla að skjóta það. Það er það ekki öldungur? Hún verður 70 árinu? Já. Skilgreinum við það ekki sem öldung í þessu sambandi? Jú, það ekki. Jú, ég myndi gera það og spurning hvernig það fer. Hún náttúrulega hefur verið svolítið fjarverandi úr samfélagsumræðu, verið að starfa á alþjóðavettvangi, gert það mjög vel. Sem þykir kostur? Þykir kostur, en hún ætti mögulega comeback, príðist mjög öflug kona en komin á þann aldur, þetta er svona orðið í efri mörgum. Mín versta spá frétt næstu viku var í jarðhræringar á Reykjaneskaga. Það er það nýtt eldgos og þá mögulega á nýjum stað og nær höfuðborginni. Við höfum verið að horfa á skjálftavirkni í Trölladyngjum. Ármann Höskuldsson var nú að leggja til að það þyrfti að gera varnargarða við Hafnarfjörð bara fyrir nokkrum dögum sem kom flatt upp á marga, en þegar við skoðum, við erum komið inn í þessa goslótu sem kemur á 700 ára fresti eða eitthvað fleis. Ef við skoðum 2 síðustu lótur þá eiga það sameiginlegt báðar að í báðum þeirra rann hraun í Hafnarfirði. Þannig að þetta er alvöru ógn og við búum við það sem síðan, við hefum byggt hér upp borgríki á suðvesturhorninu, byggt upp borgríki á þessu eldvirkasvæði, við erum meira með öll egginu sem er körfunni, þannig að kannski til framtíðar ættum við að stefna þeirra að dreifa byggðinni meira. Það sannast kannski í fórkveðina eða frá Gunnari Birgissyni að það er gott að búa í Kópavogi. Við náum ekki að fara mikið yfir það en ég minni fólk á grein sem að þú ritaðir í Moggann í morgunum. Þú ert að leggja til, þessu myndir sér alveg brjálæðislega hugmynd að leggja hraðlest milli Akureyrar og Reykjavíkur. Já. Með viðkoma á Selfossi. Með viðkoma á Selfossi og Flúðum, yfir Kjöl. Það meikar mjög mikinn sens. Slík lest tæki í rúman klukkutíma, ferðartíma. Þetta er bara tækni sem er þekkt út allan heim. Þetta er ekkert tækni undur. Það eru svona hraðlestir Spáni, Frakklandi, Japan, þannig Kína. Myndi þetta ekki kosta 100 Jú, milljarða? Þetta myndi vera mjög dýrt, en líka greiðast niður á mjög löngum tíma og gjörbreyta byggðaþróun í landinu. Myndi búa til ás og jafnvægi milli höfuðborgarsins og Akureyrar. Og ég held að hugmyndin sé öllu falli þess verða skoðana og einnar
nætur messu virði, eða hvað maður segir nú það, svo sem að ruggla saman máltækjum. Og enn mun nú reynt á kýli. Já. Ég legg það til að við hittumst á vettvangi dagmál og ræðum þetta við tækifæri. Já. Og kannski í félagi við fleiri menn. Ok, gott Takk ykkur báðum kærlega fyrir komuna, Erna Mist og Runólfur Ágústsson. Við köllum alveg ábyggilega á ykkur hingað á þennan vettvangi. Þá ekki meira af vettvangi frétta vikunar að þessu sinni að frétta. En við verðum hér eftir örfáar sekúndur með tvo góða gesti, þau Brynjar Níelsson og Ingibjörgu Ísaksen. Fylgist þið með. Toyota BZ4X nýr 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Freedom. Amma sagði mér alltaf að peninga væru afl þeirra hlutar sem gera skal. Það sama úr hvað áttu kemur. Það finna allir fyrir þessar verðbólgu og háa vaxtastigi. Og það hundleiðilegt að fylgjast með umræðarsendum. Eins og maður þurfa að vera einhver Nóbels hagfræðingur til að átta sig á samhenginu. En stærsta kjarabótur fyrir mig kemur með minni verðbólgu og lægri vöxtum með þetta. Við erum öll í sama liði. Við erum samtaka aukna hagsæld. Komið sæl aftur hér á vettvang spursmála. Nú eruð komin hingað til mín þau Brynjar Níelsson, fyrrum alþingismaður og aðstofamaður dómsmálaráðherra og Ingibjörg Ísaksen sem formaður þingflokks Framsóknarflokksins. Ég ekki alveg sannfærður að þau séu sammála efni dagsins. Það varðar stjórnarsamstarfið. Við höfum séð miklar ýfingar á milli ákveðina aðalega innan stjórnarflokkana og ég eiginlega fengi Ingibjörgu sérstaklega hér í setti vegna þess að hún virtist núna í vikunni vera að reyna að bera klæði á vopnin milli manna. Það ekki rétt skilið hjá mér, Ingibjörg? Þú svona, settir aðeins ofan í við Jón Gunnarsson fyrrum dómsmálaráðherra eftir heitingar hans. Já, ég bara svaraði út frá staðfest í rauninni bara því sem að rétt og hvernig það horfir við mér að minnsta kosti. Auðvitað það þannig og það kemur einhverjum á óvart að það eru mismunandi skoðanir á hlutum og verkefnum innan þingsins og innan stjórnarinnar sko. En það samt mikilvægt að hlutin séu sagðir eins og þeir eru. Þannig að ég gerði það í þessu viðtali sem þú ert að vitna til. Og það lítur að í raun gagnrýni varðandi orkumálin, þar sem að virðist vera mikil gjá milli sérstaklega Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins. Já, sko, ég bara fyrst og fremst fagna ég mikil umræðu orkumál, að hún sé loksins komin á dagskrá núna, því að ég sjálf hef talað fyrir þessu örugglega í 5 eða 6 ár. Sérfræðingar hafa bent á að hér sé í rauninni blasir við orkuskortur og einmitt líka meira á næsta ári og þar næsta ári. Þannig að það afar mikilvægt að við tökum þessu umræðu, en hins vegar líka mikilvægt að förum við rétt með staðreyndir. Og ég tala bara út frá minni reynslu undanfarin 2 ár eða rúm 2 ár á þingi, hvaða mál hafa komið fram, hvernig afgreiðslan hefur verið á þeim, en líka einmitt að kalla eftir kannski skýrari sýn, skýrari áherslum, einhverjum frekari málum hvernig við getum tæklað stöðuna sem komin upp í orkumálum í dag. En ekki akkurat deilan snýst hún ekki það hvort að menn að tala meira eða virkja meira? Ekki dálítið einkennilegt að það sé enn verið að kalla eftir umræðum þessi mál þegar skorturinn liggur fyrir? Já, sko, það sem ég að kalla eftir kannski að við setjum okkur markmið. Bara hversu mikillar orku ætlum við að afla til framtíðar næstu 20-30 árin, að við höfum skýra sýn á orkuþörf landsins. Það orkustefna í landinu? Það orkustefna í landinu og það eru raforkuspár líka sem eru gefnar út sem að hafa verið sýnt undanfarin ár að það blasi við orkuskortur. Það leiðandi þurfi að virkja meira, en þetta snýst ekki eingöngu bara að virkja meira, þetta snýst að stytta leyfisveitingaferli, einfalda þau, hafa þau skýrari, hafa þau meira gagnsæ. Þetta snýst það líka að nýta orkun okkar betri hætti. Við erum að framleiða orku á mismunandi svæðum á landinu. Það ekki hægt að flytja orkun á milli svæða eins og staðan í dag því að við þurfum að efla flutningskerfi raforku enn frekar. Það tekur tíma og einmitt með því að stytta leyfisveitingaferlin að þá getum við kannski náð frekar í þá orku og nýtt hana betur. Það snýst líka hugarfarsbreytingu hjá okkur og við búum til einhvern hvata fyrir okkur íbúa að nýta orkuna með betri hætti, til dæmis hlaða bílana okkar á nóttunni þegar
minni orkuþörf er í gangi sko. Það er svona, þetta er fjölþætt sem að þarf að gera. En svo er þetta líka bara tengist þetta rammaáætluninni og ég leyfi mér að setja spurningamerki svona við vissa þætti í tengslu við rammaáætlun. Við afgreiddum hana núna bara strax upp af þessa kjörtímabils og þá hafði hún setið ansi lengi föst í þinginu. Það gengið gríðarlega illa að láta það kerfi virka. Þú veist, já, það allavega náðist ekki í gegn þingið, en það sem að samt fær maður það til að hugsa, er þetta þá rétt verkfæri eða þarf að breyta því eitthvað, þarf að endurskoða til þess að það virki betur, að líki svona langur tími á milli afgreiðslu vissra ramma. Erum við með rétt að kosti inn í þessu, núna þegar við afgreiddum, þegar rammi 2 var afgreiddur á sín tíma, þá voru heilu vatnasviðin sett í vernd, ekki bara virkjana kostirnir, heldur vatnasviðin tengd, sem þýðir það að þá voru ansi margir kostir í viðbót sem gætu komið til greina, hagkvæmi kostir sem voru teknir út, þeir eru útilokaði, því að í dag er það þannig að þegar að vera setjinn kosti sem möguleika inn í rammaáætlun, þá megar ekki vera á friðum svæðum, sem að útilokar ansi marga bara hagkvæma kosti sem væri ákjósanlegt að virkja vegna þess að orkuverði, við viljum reyna að halda því niður eins og hægt er, en þá þurfum að velja hagkvæma kosti til þess. Brynjar, félagið þinn, Jón Gunnarsson og samstarfsmaður til langs tíma, hann hefur verið mjög gagnrýninn á þetta. Hvað veldur því að þessi staða er komin upp sem að Ingibjörg lýsir svo að hér er viðvarandi eða já, hefur verið síðustu 2 vetur, yfirvonandi núna, orkuskortur er bara frammi fyrir okkur og stefnir í það til næstu ára. Hver er ástæðan? Við erum að ræða það sama núna. Hún er að segja það sama núna og var verið að segja 2015 þegar ég var á þingi. Og Jón Gunnarsson formaður atvinnuveganefndar var að benda á, mjög ákveðið á þeim tíma, hvert þessi þróun er og hvernig þetta yrði. En þið talið bara á talið, en það gerir ekki neitt. Þetta náðist ekki í gegn. Þetta náðist ekki í gegn. Af því að menn kláruðu þetta ekki. Af hverju ekki? Bara Jón á jarðýtunni, sögðu menn, Hvert ert að fara? Þetta benda á þetta. Menn verða að athuga það að með því að setja allir sér vatnasvæði í friðun og menn verða átt að sjá því að ríkisstjórnin 2009-13 kerfisbundi bara vanna því að koma í veg fyrir það að mann gætu hér virkjað. En nú eru 11 ár síðan 11 ár síðan og við erum enn á sama stað. Og hvað veldur því? Já, þið eru búin að stýra landinu alla þennan tíma? Nei, það kemur alltaf þannig að ég svo bara Sjálfstæðisflokkurinn stýri landinu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur bara verið fjórðungsfylgisflokkur, mjög lengi. Og það þýðir ekki alltaf að benda á Sjálfstæðisflokkinn endalaust. Já, hvernig á að benda á þá? Menn verður bara að benda á meirihluta þingsins á hverjum tíma. Það er nú erfitt, menn þekkja nú ekki helmingina þingmönnum? Nei, en það er nú bara samt þannig og það var aldrei. Og meira að segja að framsóknarmenn stóðu í veginu 2015 með umhverfisráðandi á sínum tíma. Menn kláruðu ekki neitt þá. Og menn voru búin að tala að gera þetta en svo strandaði alltaf. Jón Gunnarsson kann þessa sögu mjög vel og munur örugglega að segja hana betur einhvern tíma. Og við erum núna 11 árum síðar, 9 árum síðar að tala sömu hlutina. Og menn alltaf áfram fara að ræða þessa hluti. Það er alveg kerfisbundið vera búin að í löggjöf, komið veg fyrir að hægt sé að framkvæma þetta, flytja orkuna, búa til því að virkjanir. Þetta er allt verið í pólitískum meirihluta á þinginu. En Ingibjörg hefur bent á það, gerði það fyrir vikunni, að það sé ekki, það bóli ekki mikið á frumvörpum eða aðgerðum einmitt af hálfu ráðherra Sjálfstæðisflokksins, umhverfis- og orkumálaráðherrans, til þess að reyna að hnika þessu til. Er þið ekki bara bladrandi þetta enn á ný eins og þið hefði gert síðan 1700 úrgang? Ég taka fram, ég er ekki lengur á þingi og ekki hluta þessar ríkisstjórn. Þú ber samt ábyrgð á það? Já, ég ber samt ábyrgð á það. Það er alltaf þannig. Jú, ég mér sé að gagnrýnt Guðlaugur Þór, minn góða vin, og hann segi, heyrðu, þú hefur ekki dötað á þessu, við erum að vinna í þessu, við erum að gera þetta. Ok, ég vona það sé bara rétt. Já, en þingmennirnir segja, þau sé ekki með verkfærin í höndunum til þess að hnika þessu til. Nei, ég meina, þetta er auðvitað bara risamál fyrir þessa ríkisstjórn. Ef hún ætlar bara að lifa út kjörtímabilið. Já, Jón Gunnarsson er nú að tala fyrir því að hún sé ekki að vetur setjandi einmitt út af þessum málum og reyndar fleirum. Já, stóra máli fyrir þessa ríkisstjórn núna er að náist hér samningur á vinnumarkaði og menn ná að verðbólgunni niður. Það er bara risamál og það er mikið hagsmunamál. En það er ekki hægt að setja orkumálin bara á ís á meðan? Nei, og ég er að segja að núna út mánuðum verður bara komið í ljós hvort að þessi ríkisstjórn
nær fyrsta lagi tökum á þessa verðbólgu, það sé samstaða innan ríkisstjórnar, hvað aðgerðir þarf að gera og hvernig menn þurfa að koma móts við aðilar vinnumarkaðarins, síðan á raforkumálum og útlendingamálum. Og ef menn ná þess ekki, þá náttúrulega betur heima setið þetta. Það vita það. Hefur þá ríkisstjórnin gálgafrest að þínum mati fram í apríl, maí? Já, mínum mati hefur hann það. Jón ósammála þessu. Hann vill ekki, og Guðlaugur Þór hefur reyndar hér í þættunni hjá mér lýst yfir að hann vilji bara hreinlega mynda nýjan meirihluta orkumálin sérstaklega. Já, ég meina, ég reyni nú ofta að verða þess mikið ósammála Jón ef ég get. Mjög erfitt. Mjög erfitt. Ég auðvitað alveg sammála í þessum orkumálum og ég alveg sammála í þessum útlendingamálum. Og en það tóksetta innan ríkisstjórnar í þessu mikilvægu, þetta eru risamál og þetta verður kosningamál næst. Þannig að ég held að fyrir ríkisstjórnina sem ég tel rétt að hún reyni að klára sín verk, að hún nái samstöðum þessu á næstu mánuðum. Annars verða. Sem þingflokksformaður Framsóknarflokksins og lykilaðili að láta þetta allt ganga saman á milli flokkana. Hefurðu trú á því að Vinstri grænir séu reiðubúnir til þess að ýta úr vör verkefni sem að lúta því að hreyfa við stórum virkjanakostum sem eru í nýtingarflokki rammaáætlunar? Já, ég hef trú á því að við sjáum það öll sem að blasir við núna, varandi orkuskortinn og brennslu og olíu sem við viljum ekki, sem að færa okkur enn aftar við það í því að reyna að ná okkar loftslagsmarkmiðum. Og það er unni staða sem að enginn getur sett sig við. Fyrir utan það að skerðingarnar á orkunni, bara núna síðustu skerðingar, kostuðu þjóðarbúið 5 milljarða. Við þurfum að hafa þessar staðreyndir alveg á hreinu. Þetta ekki svarið spurningunni. Nei, en ég að koma að því. Sko, þeir verða þetta að svara fyrir það. Það er ekki mitt að svara fyrir Vinstri græna. Hefur tilfinningu fyrir því að þeir séu reiðubúnir til þess? Því að ef þeir eru ekki reiðubúnir til þess, þá mun þessi ríkisstjórn ekki hreyfa við þessu mál. Nei, en ég held að þeir eru þá bara að láta reyna á það. Það er það sem í rauninni hefur kannski ekki reynt á þessu kjörtímabili vegna þess að öll þau mál sem hafa verið lögð fram í tengslum við orkumál á þessum 2,5 árum sem við höfum starfað saman, þau hafa verið samþykkt. En menn hafa það akkurát á tilfinningunni að það sé ekki látið á þetta reyna vegna þess að menn viti að ríkisstjórnin lifið ekki af og þess vegna sé ekki að koma inn í þingið mál sem að hnikar hlutum til með nægilega afgerandi hætti. Já, ég held að fólk geti spekulera fram og tilbaka með það. Það hefur hins vegar ekkert komið inn í samráðsgátt, það hefur ekkert legið fyrir, það hefur ekkert verið rætt við okkur varðandi frekari mál, en það sem að liggur samt fyrir núna og blasir við og þarf að gera, það er þegar umhverfis- og samgöngunefnd samþykkti ramma meirihlutinn, samþykkti ramma 3 út úr þinginu, að þá kom fram í okkar nefndaráliti þar sem við óskuðum eftir að umhverfisráðherra myndi A. endurskoða rammaáætlunarferlið og B. myndi líka endurskoða friðun heilu vatnasvæðanna. Þessari vinnu er ekki lokið og ég veit ekki hvort hún sé hafin í ráðuneytinu enn sem komið en þetta er afar mikilvægt varðandi framtíðina. En svo þurfum við líka að hafa það í huga að þó svo við samþykkjum rammaáætlun og vissa kosti í nýtingaflokk, að þá er alls ekki þar með sagt að þeir fari í nýtingu. Því að þeir þurfa að vera á hagkvæmum stað. Þeir þurfa að vera hagkvæmir til þess að ráðast í þá. Orkufyrirtækin þurfa að vilja virkja þá. Þeir þurfa að gera það og þeir þurfa að ná tengingu líka við dreifikerfið og svo framvegis og það er kostnað sem felst í því. Þannig að ég held að sé að vera mikilvægt að það sé skoða hvern og einn kostur sem hefur farið í nýtingaflokk, skoða hvað það er sem tefur, af hverju er það, hvað getum við gert til þess að leysa úr til þess að við náum í þessa græna orku. En þér verður tíðrætt ráðuneytið og ráðherrann. Það er Alþingi sem setur okkur lög. Já. Af hverju hafið þið þingmennirnir sem hafið orðið varir við orkuskortina og undanmörgum öðrum, hafið haft áhyggjur af þessu? Af hverju ósköpunum er þessi löggjöf ekki komin frá ykkur? Þarf þetta alltaf komið gegnum ráðuneytin og embættismenn sem enginn veit hvað heitir? Já, þú veist, til dæmis bara þú spurði það, ég hef lagt fram eina þingsályktun í tengslu við einföldu leyfisveitingaferlis, þar sem er bara rauninni ein rafræn gátt þar sem við sjáum hvað málinu er stödd og sem er þá til þess að innfalda þetta með einhverjum hætti. Náðu hún í gegn? Nei, og það var engin sjálfstæðismaður á þeirri tillögu til dæmis, en það er nú oft líka þannig í þingsályktun svo ég sé alveg heiðarleg og sanngjörn í því að þá er ekkit endilega allir flokkar sem eru á þingsályktun þingmanna. Nei, kannski mál sem ætti að vera óumdeild í hópnum, þá myndi maður halda að menn ætti að gera það? Já, ég meina það eru mörg þingmannamál sem eru lögð fram. Hvað er það að pæla, Brynjar? Af hverju voruð þið ekki á þingsályktunartillögunni frá Ingibjörgu? Ég var ekki á þinginu þá. Já, svaraðu þessu bara. Nei, mér langar að svara spurningunni sem þú spurði hana. Já. Mun VG vera til vandræði þessu? Bara stutt síðan VG, þingmenn VG, fögnuðu sérstaklega úrskurðarnefndarinnar
Hvammsvirkjun. Trúir einhver því að VG mun ekki þvælast fyrir öllu svona? Ég tel það næsta víst. En ef þú trúir því ekki, af hverju ertu þá að gefa ríkisstjórninni gálgafrest fram á vorið? Nei, Er það ekki tvískurningur? Jú. Hann er ekki átt sem menn viðurkenna það bara undir eins. Nei, ég skal bara samt segja það að ég er opaslega erfitt, alveg svo Jón Gunnarsson, með því að trúa því að VG gefi eitthvað eftir þessu. En það er bara stuttur frestur og ég er tilbúin að gefa hann að frest. En hann er stuttur. En mín tilfinning er svo, eins og öll þessi undirbúningur var gerður og hvernig menn unnu þetta í ríkisstjórnum 2009-13, alveg ljós hver tilgangur VG var. Og einhvern veginn er annað sem vegur þyngra í huga þessa fólks, heldur en orkan. Og það er bara, held ég, sé bara veruleiki sem mér finnst blasa við okkur. En allir er ekki tilbúin að viðurkenna og benda svo bara alltaf á Sjálfstæðisflokkinn. Þið eru stæðstir. Hversu langa frest er þú reiðubúin til að veita? Ég minna, þú áttar þig á því að þetta er stórt og mikið mál. Það þarf að afla meiri orku. Við höfum enga tíma að missa. Við erum farin að brenna olíu. Við erum ekki að ná loftslagsmarkmiðunum fyrir 2040 með áframhaldandi seinagangi eða engri hreyfingu. Ert þú að tala um maí eða ertu til að gefa mönnum bara út, eða svigrúm út í raun og veru kjörtímabilið til 2025? Ég vil bara helst að fólk brettu verðmætana strax í dag og setji sér markmið bara varðandi orkuöflunina og með hvað hætti vill mann á þeim og leysa það lið fyrir lið. Á hversu löngu tíma? Ertu þá að meina að við leysum þetta til framtíðar? Hvað viltu sjá gerast til dæmis á þessu ári? Það styttist óðum í kosningar. Þá vitum við ekkert hvernig spilin munu raðast upp á borðinu. Ég myndi til dæmis vilja sjá einhvað lagt fram í tengslu við dreifikerfið, að það sé hægt að leggja línu bara strax frá Akureyri til Grundartanga sem er lykillinn í því að geta flutt orku á milli svæða, þannig við sem að nýta þá orku sem er til í kerfinu. Ég myndi einnig líka vilja að það er skoða hver einasta orkukostu sem er komin í nýtingarflokk, hvernig er hægt að flýta fyrir möguleikanum á því að þeir komist í framkvæmdir sem dæmi. Ég myndi vilja fá frá ráðherra varðandi friðun heilu vatnasviðana að það sé dregið tilbaka, það sé endurskoðað, að kostirnir séu klárlega friðaðir en það sé verið að gefa tækifæri til annarra kosta á vatnasviðum. Ertu að horfa hér að svötn? Já, ég meina, þú veist, það er Skjálfandi, Þjórsá, við erum að horfa á fleiri svæði. Það er bara, við erum ekki með óþrjótandi auðlindir og við þurfum að endurskoða stöðuna núna út frá því að það blasir við þessi orkuskortur. Þannig að þetta er eitt af því sem ég myndi vilja sjá og eins líka byggja upp dreifikerfið með betri hætti þannig að þessi minni sóun í kerfinu. Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar sem að stundum er kallaður svona aðgerðararmur Vinstri grænna, hún mætti hér og lýsti yfir stuðningi við uppbyggingu dreifikerfisins. Ég datt nánast á stólnum. Já, þetta eru bara frasa. Ég held ekki að það sé gerist nema það sé gert bara með lögum. Þetta er lagasetningu? Já, það er mín skoðun. Að taka þá úr sambandi? Þú tekur þetta bara úr sambandi. Það er búið að gera svo marga hemla að þú kemst aldrei neitt áfram. Þannig að ef þú ætlar að virkja eitthvað yfir höfuð eða að dreifa einhvers staðar orku, þú ætlar að gera bara sérstöku lögum. Ef að slík lagasetning kæmi inn í þingið, frá þingmönnum eða ráðherra, myndi Framsóknarflokkurinn bakka slíkt upp? Myndu þau ekki þurfa að hlera hvað Vinstri grænir segja áður en þau myndu svona gefa grænt ljós á það? Nei, við höfum nú sjálfstæðan vilja í þessum orkumálum eins og mörgum öðrum, sko. Höllum okkur ekkert á öðrum flokk frekar en hinum, sko. Heldur fylgjum okkar eigin samfæringu og við erum samfærð það að það þarf frekari græna orku. Við viljum ekki sjá frekari skerðingar eins og hefur verið núna. En við verðum líka samt að vera heiðarlega með það að þetta tekur tíma og við áttum okkur á því. En þetta er orðið þjóðaröryggismál og ég tekur undir með því sem Brynjar segir að það þarf lagasetningu. Þess vegna er kannski líka ákall eftir því að ráðherra leggi fram mál sem að tengjast þessu. Og það sé ráðist bara grundigt í þetta. Stendur þetta upp á ráðherran? Er það málið? Já, sko, þú veist, það er bara eins og, þú veist, bara segin saga. Við vitum það alveg að mál sem að ráðherra leggur fram eru líklegri til þess að ná fram að ganga heldur en það sem þingmenn leggja fram. Stendur þetta þá upp á ráðherran? Já, ég myndi segja það. Ég kalla eftir því að ráðherra komi með frekari mál inn á borðið og svari líka bara þeim fyrirspurnum sem eru í þinginu varðandi þessu orkumál og stöðuna.
Þannig að, já, ég kalli eftir því að hann komi með svona mál. En það eru fleiri mál sem að herja á ríkisstjórnarsamstarfið akkurat þessa dagana eftir að Guðni T. Jónsson tilkynnti það að hann hygðist láta af embætti núna í haust í raun, eða 1. ágúst. Þá hafa margir nefnt Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra sem er talin límið í ríkisstjórninni og að hún sé líklegu kandidat og hún hefur reyndar líka svarað með þeim hætti að menn telja að hún hafi gefið undir fótinn. Og mér langar til að spyrja ykkur eða leggja mat á það með mér hér. Í hvaða stöðu Katrín hvað þetta varðar? Getur hún boðið sér fram öðru svona sprengja stjórnina? Gæti hún boðið sér fram sem forsætisráðherra og haldið því embætti þar til ljós kæmi hver niðurstaða kosningan yrði? Hvernig leggst það í þingflokk Framsóknarflokksins? Já, við hefum nú ekki rætt þetta. Þetta er ný komið upp, við erum ekki búin að hittast eftir áramótin. Mér finnst þetta svona eins og staðan er okkur núna á þessum tímapunkti bara ágætis partileikur að giska í eðina hvernig hlutinni myndu fara. Já, hún er talið mjög líklegu kandidat, hún greinlega hefur mikið stuðning, það eru mjög margir að skora á hana þessa dagana, það veitum við fyrir víst. Ef að Katrín myndi núna réttur í páska lýsaði yfir að hún hygðist bjóða sig fram til forseta Íslands, hvað áhrif hefði það á stjórnarsamstarfið? Já. Ég held almenningur er rétt á að vita það. Já, alveg klárlega sko, á almenningur rétt á að vita það, en ég meina við höfum ekki rætt þetta eins og sakir standa eins og ég sagði áðan. Hvernig leggst það þig þá sem þingmann og stjórnarþingmann? Sko, hún er rosalega frambærileg kona og mér finnst bara mjög gott að vinna með henni. Sanngjörn og klár kona og með gríðarlega reynslu. Þannig að það kemur ekkit óvart að hennar nafn kom upp í þessum partileik, svo kallaða, þar sem verður að giska hver næsti forseti Íslands. En varðandi stjórnarsamstarfið þá vitum við alveg að það var lagt á stað með þetta stjórnarsamstarf vegna þess að gekk vel á síðasta kjörtímabili, það er traust á milli þessara 3 oddvita. Ég veit ekki, ég meina eflaust er þetta bara samtali tekið ef þessi staða kemur upp. Ég hef svolítið tilengað með það að ekki endilega vera að spá í spilin svona langt fram í tíman þegar maður veit ekki hvernig hlutinni fara og viðkomandi er ekki einu sinni búin að gefa það upp að hún ætla að bjóða sig fram. En þarf forsætisráðherra ekki að taka þetta spjall einmitt inn á við áður og tekur ákvörðun? Þetta getur, og ég kannski varpa því líka til þín Brynjar, ég meina þetta getur hleypt málum upp ef að menn sjá undir iljarnar á leiðtoga ríkisstjórnarinnar. Nei, ég er ekkert sammála því. Ég held að sé bara allt í lagi, þá bara fer einn úr ríkisstjórninni. Það þarf ekki að hafa neinn áhrif. Ég er ósammála Víglund Árnasyni í félagi mínum með þetta. Ég meina, menn eru bara með ákveðið markmið í ríkisstjórn. Menn ætla að ná okkur árangri í ákveðinu stórum málum. Þú einn hverfi frá borði. Þetta er fullkomlega óraunhæf og einföldun á málinu. Við vitum að Katrín hefur verið límið í stjórninni og það eru 3 aðilar sem að halda stjórninni saman. Það er engin ómissandi í neinu, ekki einu sinni Katrín. Hver myndi taka við? Já, það veit ég ekki hver myndi taka við hjá VG. En ég held að þetta verður breyting á skipulagi ríkisstjórnarinnar. Myndi VG halda forsætisráðherra stól? Nei, ég er ekkert viss um það. En það þarf ekki að breyta ríkisstjórninni. Hún þarf ekki að búa til kosning út af því að einn ráðherra fer í framboð. Ég sé það ekki. Telur hún gæti búið sér fram til forseta í embætti forsætisráðherra? Nei, ef hún fer í framboð þá bara fer hún úr embættinu. Af hverju? Að því mér finnst það algjörlega óviðeigandi að vera í framboð einhvers staðar og vera í ráðherra. Formaður Sjálfstæðisflokksins var borgarstjóri og bauð sig fram til þings og var forsætisráðherra og gegndi því embætti í 3 mánuði samhliða borgarstjórastólum. Nei, ég sé ekki. Var það óviðeigandi? Það má alveg segja það kannski. Hvernig heldur það úr þessu spilist? Ég ítreka aftur, ef hún fer fram sem að margir telja mjög líklegt, þurfið þið ekki að taka samtal ykkar á milli, munu þið gera kröfu til þess forsætisráðherrastólinn eða myndu þið sætt ykkur til dæmis við Svandísi Svavarsdóttur sem forsætisráðherra? Já, ég bara, mér finnst ekki tímabært að fara í þessar hugleiðingar eins og sko. Það er tímabært að ég setja það á dagskrá, sko. Ef að þessi staða kemur upp, þá sjálfsögðu verður samtalið tekið, mér finnst það alveg eðlilegt, bara svo ég svari því. En núna erum við bara einblín á það að ná niður verðbólgunni hérna. Það eru stóri kjarasamningar framundan, það eru óvissa í Grindavík og Reykjaneskaga. Það er rosalega stór verkefni núna sem að blasa við ríkisstjórninni og það er það sem við eigum að setja fókusin á, númer 1, 2 og 3, því að stærsta og besta kjarabótin fyrir fólki hérna í landinu er að það náist góðir langtíma kjarasamningar. Stöðugleiki. Já. Varðandi þau mál, svo komum inn á þau svona kannski í loka spjallinu. Nú er krafanum að ríkisvaldið komi inn með gríðarlega innspýtingu, tilfærslu kerfi að þér virðist sem að telur 25 til 40 milljarða, jafnvel eitthvað meira. Er
þingheimur sem að heldur utan fjárlögin og fjárveitingar ríkisins, menn alveg rónni með það að aðilar vinnumarkaðarins geti með þessum móti stilt ríkisvaldinu fyrir vegg og sagt það verður friður á Íslandi ef að þið pungið út tugum þúsunda milljón? Já, þetta fyrst og fremst liggur ábyrgðin hjá vinnumarkaðnum að ná einhvers konar samkomulagi og við þekkjum það alveg að ríkið hefur komið að eins og til dæmis með lífskjara samningnum og ég veit til þess að það samtal í gangi og það vinna búin að vera í gangi undanfarnar vikur við að skoða hvað hægt að gera, meðal annars tengt bara húsnæðismarkaðnum, að fjölga íbúðamarkaði og við erum með verkfæri til þess. Ekki formaður þinn búinn að lofa fjölgun íbúðamarkaði? Jú. Er þetta að lofa því aftur? Nei, en það getur verið hluti að inn í þessa kjarasamninga, einhver ívilnanir varðandi það. Frekar ívilnanir? Já, hugsanlega, ég meina það ein leið til þess að mæta inn í þessa kjarasamninga. En ertu alveg rónni með að menn skuli sífellt meira treysta á það að ríkisvaldið leysi samningana í loka atriðum? Nei, mér finnst að ábyrgðin sé hjá aðilum vinnumarkaðarins og þeir eigi að ná saman. Það á ekki alltaf að kalla til ríkið, en eins og staðan núna í tengslu við bara verðbólgu og stýrivaxtahækkanir á síðasta ári, að þá sjáum við það þurfa allir að axla ábyrgð og þá ég að tala aðila vinnumarkaðarins, ég að tala sveitarfélög, öll fyrirtæki og meðal annars ríki líka. Við þurfum öll að stíga inn í og reyna að ná einhvers konar sátt til þess að ná stöðuleika hérna. Nú á Snorrabú stekkur þegar Samtök atvinnulífsins farin að kalla eftir þessum tilfærslum og mikil innspýtingu ríkisvaldsins. Ert þú í róni með þetta, Brynjar? Nei, þetta alltaf truflað mig mjög mikið og mér finnst aðilar vinnumarkaðar hafa alltaf gengið lengra og lengra. Og þetta bara mjög vond þróun. En það breytir því ekki að ef við erum að tala hér langtíma samning, að þá geti alveg skilið það að ríkisvaldið komi einhvern veginn að því. En það verður að vera auðvitað í einhverju skynsemi. Við getum auðvitað ekki rekið ríkissjóð með halla endalaust. En nú eru þeir að lofa því að ná þessum langtíma samningi ef að ríkisvaldið kemur á borðinu. Á sama tíma hér í Mogganum í morgun þá sjáum við fulltrúa opinberra starfsmanna, bæði hjá Sameiki og BHM og það fólk segir bara þetta ekki þjóðarsátt. Nei, það gefur Ummælið að minna helst á orð Ingibergar Sólrúnar árið, þið eru ekki þjóðin. Þið eru ekki þjóðin, já. Nei, þetta bara mjög vont og þetta hefur þróast með þessum hætti. Og svo slitnar hann á millir og opinberra starfsmanna og almenna vinnumarkaðarins og við erum einhvern veginn alltaf skottið á okkur í þessu og útgjöldin bara aukast og svo skiljum við ekkert í því okkur svona mikið halli Á ríkissjóði? Já. Ingibjörg, nú almenni markaðurinn að reyna ná saman, það verður gert með innspýtingu ríkisvaldsins. Hvað ef að opinberi markaðurinn kemur síðan á eftir sem hann gerir og segir við ætlum ekki að fella okkur við þessa samninga, við viljum aðrar og meira hækkanir. Hvernig getur ríkisvaldið brugðist í því? Já. Nei, ég meina, þú ert alltaf að spá svo langt fram í tímann, algjör og spekulationir. Nei. Þetta ekki sagfræði þáttur? Nei, ég veit það. Nei, ég meina, auðvitað þannig að, samningar sem eru gerðir í dag gefa einhvers konar fyrirheit væntanlega varðandi framhaldið. Við vitum það alveg. Þess vegna að vera mikilvægt að það framlag sem að ríki gerir núna, ef að það kemur með einhvað fram, við vitum það ekki enn, þetta samtal bara í gangi, að það sé einmitt með einhverjum skynsumum hætti, að það sé hægt að stíga það skref og þá sé það fyrirmyndin í eitthvað annað. En ef opinberi markaður segir nei, hvernig ætti að menn að bregðast við? Menn eru þá komnir með samning á almenna markaðnum sem að getur tryggt stöðuleika, en opinberi markaðurinn getur hleypt málum upp. Eru þið reiðubúin til þess að setja lög á verkfallsaðgerðir þar sem að menn munu segja okkur varðar ekkert samningar sem að helmingu vinnumarkaðurinn sem við gert á almenna markaðnum? Já, þegar stórt spurt, ég meina við þekkjum það alveg að það hafa verið sett lög á verkfall áður en það þarf samt sem áður að virða þennan verkfallsrétt sem þetta staðar í dag. Þetta viðkvæmt að stíga inn í þetta. Þannig að ég bara ætla að fá að sleppa að svara þessar spurningu eins og staðan í dag. Ég tilbúin að setja lög á allt svona. Almannahagsmunir eru bara ríkir, þeir eru mjög ríkir í þessu. Og það getur ekki einhver bara í stöðu sinni vegna með sinn verkfallsrétt, sem ég horf alltaf á sem neyðarrétt, sem menn eru bara að fara mjög frjálslega með, eins og dæmið sanna. Það eru svo ríkir almannahagsmunir, ná niður verðbólgunni. Og ef menn eru komin einhverju niðurstöðu til langtíma samninga, þá verða þetta bara allir að vera með. Ef einhver allir ekki vera með, þá bara sett lög á hann.
Þannig horfa ég á það, en ég er því miður ekki á þinginu. Nei, en ég neita bara að trúa því að fólk sé ekki tilbúið til þess að leggja sig fram við að ná samningum eins og staðan í dag. Mér heyrist það svona umræðinni að fólk er tilbúið til þess að stíga ykkur skref inn og bakka með eitthvað annað. Þannig að ég held að ef við náum góðum langtíma kjarasamningum núna, að þá sé það ágætis fyrirheit varðandi næstu samninga, eins og þú talar varðandi opinbera starfsmenn og ég trúi ekki öðru en að fólk axli ábyrgð á því og reyni að ná samning. En reynslan, hvað segir reynslan þér? Já, einhverju myndir segja mikileg trú þín maður meðað við yfirlýsingarnar í Morgunblaðinu í morgun. En við skulum vona það besta. Þetta hefur verið forvitnileg umræða, við höfum svona drepið niður á flest þessi stóru mál sem að virðast reynast ríkisstjórninni erfið. Við fylgjumst náið með þessu á komandi dögum og vikum hér á Vettvangi spurningamála. Þakka ykkur fyrir komuna, Ingibjörg Isaksen og Brynjar Níelsson. Takk. Þá ekki meira á Vettvangi spurningamála þessa vikuna. Við erum strax farin að hlakka til að hitta ykkur hér að viku liðinni. Verið sæl.